Já, velkomin á Frelsi TV, þar sem að samsæriskenningarnar blómstra með áherslu á samsæris og blómstra. En það er í gangi núna meiri háttar psyop gegn Íslandi, eina ferðina enn. Ættað frá Bretlandi, eina ferðina enn. Og ég er að velta fyrir mér hvort að Icesave-ið hafi verið psyop í raun. En sko þar sem að máli snýst er að ég gef mér, ég var að spjalla á Harmageddon áðan. Málið er að ég gef mér að valdstjórnin sé skipulögð glæpasamtök. Margir aðrir gefa sér að valdstjórnin sé góða mamma og pabbi sem passi þig gegn öllu illu. Og það er þess vegna sem að ég og Harmageddonar komumst að svona ólíkum niðurstöðum atburði. Sko, já, ég bara minni ykkur á að þið getið komið inn á Hangouti til mín ef þið viljið tjá ykkur þetta. Það verður svona opnara Hangout, eða opnara live en venjulega. Þannig við byrjum bara á orðinu æra. Þá þetta samkvæmt einhver íslenskur orðabók. Þá sagnorðið æra að gera geðbilaðan eða því sem næst, gera einhvern heyrnarlausan eða því sem næst með háa. Og þetta rosalega fyndið í þjóðfélagsverkfræðilegum samhengi. Þá þetta svona brandarinn á watercoolerunum hjá þjóðfélagsverkfræðingunum. Og þeir elska það að nota orð með tveimur merkingum, sko. Og nú á eina ferðina enn að æra þjóðina. Nú síðan nafnorðið í kvenkyni, sjáðu þið. Akkúrat sé í kvenkyni. Hver ákvað það? Þetta ekki misrétti? Þarf ekki að laga þetta í nafni jafnréttis. Og þar notað heiður eða mannorð. Og þar eru orðasamböndin uppreisn-æru og uppreist-æru. Og þetta í raun sama fyrirbærið, af því þetta hefur heilmikið lagaleg áhrif, sjáðu þið. Þetta æra sama fyrirbæri og bannfæring var í kaþólskum sið. Og ef að þú ert sviptur ærunni, þá búið að bannfæra þig frá stórum hluta af samfélaginu eða samfélagslegum funksjónum. Og sama var með bannfæringu kaþólsku kirkjunnar. Að það hafði svipuð áhrif á þann sem var fyrir þessu. Nú, ef að við kíkjum aðeins á ef við kíkjum á fjölmiðlana, þá sjáum við að þetta verður bara strax einhver allsherjar fjölmiðla bomba, sko. Og það eftirtektarvert að atlagan að stjórnkerfinu, valdstjórnarplebunum, eða
um, uh, sem sagt Alþingi og því kerfi, sko. En greinilega kerfisbundið er reynt að halda forsetanum frá málinu. Og sko, það er eiginlega fullsannað í dag fyrir þá sem að hafa eitthvað vit í kollinum, þá er það eiginlega fullkomlega sannað að pídófílía og valdakerfi fara saman og mannfórnir og fleira slíkt. Og það er ástæða fyrir því. Það er teknísk ástæða fyrir því. Og ég mun kannski fjalla um það aðeins seinna, sko. En þið sjáið hvar hitinn er. Í raun er fyrsti maðurinn sem ætti að segja af sér er þessi Dani hérna. Þessi danski mann sem situr hér. Því hann skipaði alla þessa ráðherra og hann ber ábyrgð á öllu stjórnkerfinu og þetta er ábyrgðarmaðurinn. En þið sjáið að fjölmiðlarnir eru ekkert að fara á eftir honum, einhverra hluta vegna. Og þessi danska kerling má líka fara heim til sín, svo sem. Mér að meina þessu. En það eru töluvert áhugaverðir vinklar í þessu. Í aðför þessara atburða. Og í aðdraganda þessa atburða gerist töluvert af merkilegum atburðum. Og ég er að leita einu. Ég er að leita einu öðru. News. Sko, mín kenning er svolítið sú að baráttuna völdin á Íslandi er á milli. Það virðist vera einhvern veginn að Ísland sé fallið, sko. Að Ísland sé næstu því bara ekki með lengur í kortunum. Ísland er svolítið bara hertekið land og nú er verið að rífast bitana. Og það virðist vera sem sagt Ameríka, Kanamellurnar, maður sér þær núna. Maður sér Brusselshórurnar í mikilli sókn núna. Og og meira að segja kaþólska, rómversk-kaþólska kirkjan er með puttana í þessu líka. Og og svo virðist breska leyniþjónustan vera gríðarlega involveruð í þetta líka. Og það er svolítið merkilegt mál. En ég ætla að sýna ykkur aftur aðeins. Sýna ykkur aftur meira útlenskt dæmi. En það var eftirtektarvert að fyrir mjög stuttu þá birtist þessi fréttaskýring hér í Sky News. Og þið áttuð ykkur á því að þessi spunar eru hannaðir í útlöndum, sko. Þetta er ekki íslenskir spunar. Þetta eru samskonar og Panama-skjalaspunin. Samskonar dæmi. Og og þetta snýst allt annað en það sem að fjölmiðlarnir eru að segja frá.
Það virðist vera að á Íslandi séu einhverjar varnir ennþá sem að valdstjórnar eða sem sagt alheimsvaldstjórnin fílar ekki, Sameinuðu þjóðirnar og það pakk allt saman. Að það virðist vera einhverjar stoðir eftir á Íslandi. Þið sjáið að Framsókn var tekin út með skriðtæklingu í kringum Panama-skjölin og þá var forsætisráðherranum bjargað. Hann var einhvern veginn bara ekki með í þeim farsa. Og síðan virðist núna vera önnur skriðtækling gegn núverandi forsætisráðherra. Og við vitum að skriðtæklingin gegn Sigmundi endaði með því að forsetinn þurfti að segja af sér líka. Og nú er spurning hvernig þessi skriðtækling heppnast hjá þeim núna, hvort þeim tekst að halda forsetanum sitjandi. Þessi grein er í raun alveg svakalega merkileg. Þessi grein er, sko athugið það, Sky News er fjölmiðla, þannig að þetta er hugsanlega keypt af einhverju PR-fyrirtæki, þessi frétt hérna. Og sama gildir BBC, þeir eru náttúrulega MI56 fyrirtæki, sko, eða þessi leyniþjónusta Bretlands. Og Reuters er sem sagt rauðskjöldur. Þannig að þetta er alveg nákvæmlega sömu aðilarnir sem að velta sér upp úr þessu eins og Engis í Morgunblaðinu. En það sem að kemur fram hjá Sky News er í raun staðfesting á því sem ég hef verið að segja. Hér kemur fram fyrrverandi hæstaréttardómari Jón Steinar Gunnlaugsson, sem er velkomin í viðtal hérna hjá mér. Nippið í hann. Þannig að viðtalsslóðin er hérna í kommenti við hliðina. Það sýti það bara inn í Hangout já, það er opið í dag fyrir Hangoutið. Hann segir, það sem ég hef verið að halda fram núna, alveg frá máli Eyjólfs, að þar segir hann einfaldlega að dómskerfið er fallið. Hann bara segir að berum orðum, þetta gengur í kort. Og það er nákvæmlega það sem ég var að segja. Hérna kemur Sigurður Einarsson og segir þess að réttarhöldurinn hafi verið bara eitt stór brandari. I lost faith in the Icelandic. Já. Og þessi gaur hérna, hann segir, já það má ekki, menn verða átt að segja á því að þeir eru ekkert yfir lögin hafnir, sko. Þessir menn eru ekkert yfir lögin hafnir. Og þá gleymir hann alveg að segja ykkur frá diplómatapersónum, öllum sem að Björgólfur Thor er með, sem að þýðir að þessi maður hefur ekki lögsögu yfir honum. Hann gleymir að segja frá öllum sem vinna fyrir IMF, eins og hún nýja Framsóknarpían, Orkuveitudóttir. Hún er með passa hjá IMF sem þýðir að hún er yfir öll íslensk landslög hafin. Og þetta gleyma menn alltaf að segja ykkur frá, sko. Og síðan segir fjármálaráðherra að önnur fjármálakrísa sé á leiðinni. Og við vitum að fjármálakrísur eru hannaðar og þær eru blekking að því leyti að það hverfa engin verðmæti, þau eru bara færð úr stað.
og þetta er sko líka eins og ég sett á Facebookina mína áðan, að þetta er problem, viðbrögð, lausn, aðgerð. Vandamálið er þekkt spilling elítunnar. Sko, elítan vinnur þannig að, ég ætla að lesa þetta og svo viðbrögðin eru reiði og rugl og lausnin er ný stjórnarskrá eða afsal valda til Sameinuðu þjóðanna og ESB. Þannig að þið ættir að sjá alveg svakalega áherslur núna á flokka sem vilja bara gefa Ísland til útlendinga. Eins og til dæmis byrjaði ferill á með UNESCO. Veist, það er bara verið að gefa Reykjanesi til dæmis er bara allt gjöf til UNESCO. Bara gjörðu svo vel UNESCO, þú mátt eiga þetta. Og maður bara, what? Hver gefur UNESCO til? UNESCO er sko svona álíka gáfulegt að gefa land, íslenskt land til kaþólsku kirkjunnar. Ég geri engan greinarmun á þessu. En það er margt sem að bendir til þess að að kaþólska kirkjan sé á bakvið mikið af þessu glóbalista kjaftaði, sko. Þannig að það er nú gaman að sjá hver mættu skjóta því að mér ef þið finnið það í lögin. Hverjir samþykktu lögin á Alþingi UNESCO? Hérna er það. En sko og þið sjáið að gengið er líka að falla núna. Genginu er stýrt af Seðlabanka Íslands sem er IMF. Og það er sko valdablokkinnar sem eru að bítast hér heima. Það er einkabanki sem heitir Seðlabanki Íslands sem er í eigu Rothschild fjölskyldunnar með einhverja erlenda afla og síðan er valdstjórnin sem er íslenska lokalmafían og svo eru Sameinuðu þjóðirnar. Þetta eru svona þessi 3 öfl sem er að takast á og svo er það Frelsi TV sem er ekki náttúrulega orðið svona öflugt eins og ég er að lýsa hinum hugarástandunum, heldur er Frelsi TV boðberi hugsana, nýrra hugsana og sko, svo náttúrulega sjáum við svona skrípó réttarhald eins og yfir Eyjólfi og svo sjáum við köllum það kengúru réttarhald eins og yfir Eyjólfi, það sem að dæmt er eftir einhverjum furðulegum alþjóðlegum samningum og og þá bara að rífa barnið af móður sinni sem er komið í skjól til Íslands og er þá samkvæmt öllu komin í skjól íslensku stjórnarskrárinnar. En þar tók Hæstiréttur bara og fór á klósettið með stjórnarskrána og skeymdi sér, sko. Og síðan kemur annað mál upp sem er yfirvofandi réttarmál gegn Tómasi. Þar fer íslenska valdstjórnin bara á alþjóðahafsvæði og rænir einstaklingi.
bara ferð og rænir honum. Og, og, við sjáum að þetta valdstjórnarkerfi sem er í dag er að leiðast í sundur. En það er að og allir sjóðir tómir og allt í klessu, en það er hluti af áætluninni. Það sem er kannski svo erfitt að sjá og átta sig á, að sko, til þess að koma á nýjum sið þarftu að taka út gamla siðinn. Og, sko Babylon, þar fóru allir valdhafarnir í pídófílíu. Ég ætla að segja ykkur það kannski núna, af hverju hún er stunduð af þessum hópum. Sko, hún er fyrsta lagi fyrir einstaklinginn. Ef að þú getur drepið ungbarn og drukkið úr því blóðið, þá ertu eiginlega, skilurðu, þú eyðileggur alla samvisku í þér og þetta sem við köllum mannveru elementin í þér. Og það er ástæða fyrir því að þessi hópar stunda það og hafa alltaf gert. Annað element er að þeir hleypa engum í valdastöður nema það sé eitthvað svona á þá. Og, og í gegnum aldirnar hefur verið notað svona þegar að það hentar að taka niður valdakerfin, þá eru allt í einu bara allir farnir að, þá er farið að opinbera þessar upplýsingar sem að valdstjórnirnar vita allan tímann um. Sko, þið sjáið að danski forsetinn á Bessastöðum, að hann bara skrifar undir þetta án þess að lesa þetta, og þegar hann var spurður sagði hann bara: "Já, ég las þetta bara ekki, þetta er bara að koma", veist, þetta er bara svona færibaldavinna, sko, sem er alltaf í gangi alla daga, allan ársins hring og hefur verið í tugi ára eða hundruð ára. Og þegar eitt mál er tekið upp og blásið upp, þá er eitthvað agenda að baki. Og við sjáum það sama gerðist með Sigmunda. Það er bara hálf þjóðin með reikning í Panama. Já, þarna Mossad Fonseca. Og svo allt í einu bara er eins og það kom eitthvað upp úr dúrnum bara. Blaðamenn allt í einu: "Já, menn eru með reikninga á Panama. Það er bara, við vorum bara alveg að fatta þetta núna." Blaðamenn: "Við vorum bara að fatta þetta núna, í gær. Það var bara eitthvað sem sagði mér þetta í gær." Og þess vegna er mörg af þessum elementum sem ég er að tala um hérna, og þau náttúrulega sjáið þið, þessa svokölluðu blaðamenn, að þeir hata mig náttúrulega alveg út af lífinu og er alltaf að reyna að gera lítið úr mér. En það er samt einföld staðreynd að ég hitti miklu nær raunveruleikanum heldur en þeir. Eins og bara ef við tölum utanríkismál, Norður-Kóreu, Sýrland, Líbíu, Írak, Afganistan. Ég hitti alltaf miklu nær. Og þannig að það er líka hönnuð atburðarás að keyra stjórnkerfi Íslands í köku. Það er hluti af hönnuninni. Og, sko, nú er reyndar töluvert miklar erjur á milli Brussel og Washington, sem að virðist endurspeglast í erjum á milli Kanamellnanna og Brusselhóranna á Íslandi. Þannig að það er svolítill slagur þar á milli, virðist vera. En það eru raun alveg svakalega stórar fréttir að réttarkerfið á Íslandi er hrunið, og það gerðist hér í beinni útsendingu á Frelsi TV, að ég greindi það að íslenska valdstjórnin væri fallin. Að annað sem þið takið eftir, þið sjáið að núna er verið að verja forsetann einhverju hluta vegna.
Það er verið að gera þjóðina alveg ofboðslega reiða og, og það er verið að veifa ákveðnum breytingum sem að hefur ekki tekist að koma í gegn ennþá, sem að er mjög í hag fyrir þessi erlendu öfl og breytir Íslandi í endanlegt helvíti, sko. Og, þið sjáið þennan spuna hérna með að setja íslenska bankamenn í fangelsi. Þetta voru bara einhverjir strákar niðri á gólfi, einhverjir framkvæmdastjórar, eitthvað slíkt. Það hefur enginn verið ákærður sem var í bankaráðunum til dæmis. Það hefur enginn bankaráðsformaður verið einu sinni ákærður. Og þessi sérstaki saksóknarafugl var bara til þess að þetta er aðferð valdstjórna að skipa einhvern svona sérstakan saksóknara eða eitthvað sérstakt, sko, til þess að þurrka endanlega upp öll sönnunargögn. Þetta er bara standard procedure í að þurrka upp eftir stórfellda glæpastarfsemi. Og síðan kom fram í þessum þætti hérna, ein kelling hérna, sem er svolítið merkilegt. Hvar er hún? Og þið vita að þegar breskir fjölmiðlar eru komin í málið, þá er það spuni, sko. Þessi kelling hérna, já. Þessi kelling hérna segir, blákalt, ég kannski umorða þetta eitthvað, ég er náttúrulega ekki að eltast við stafsetninguna hjá henni. En hún segir eiginlega, og þessi kona er háttsett í fjármálaeftirlitið eða eitthvað svoleiðis. Og hún segir, það skiptir ekki máli hvort þeir brutu lög eða ekki. Þeir áttu að vita að þetta væri siðlaust sem það voru að gera. Þarna er hún bara að negla lokanaglann í líkkistu íslensku valdstjórnarinnar eða réttarfars. Sko, ef það segir í lögum eitthvað að sko, lög eru, ef það segir í lögum að þú mátt keyra á 50 kílómetra hraða og svo lendirðu í slysi á 45 kílómetra hraða á 50 kílómetra hraða götu, þá er ekki og svo keyrðu á einhvern og hann deyr, og þá er ekkert að koma eftir á að segja, já, af því þá braust engin lög, sko. Að þá er ekkert að segja við eftir, já, þú áttir að vita, eða svona finna á þér, að það væri betra að keyra á 45 eða 40 eða að keyra á 20 kílómetra hraða. Þú áttir bara að finna þetta á þér. Þetta er náttúrulega lögfræði sem að stenst ekki. Og það er það sem að Jón Steinar Gunnlaugsson er að benda á, að við erum komnir út í nornaveiða þjóðfélag. Og þið sjáu líka að eftir höfðinu dansa fjölmiðlarnir, sko, fávitarnir, þeir dansa allir eftir þessari vitleysu, sko. Og það er mjög fróðlegt að fylgjast með þessu. Ég náttúrulega hef svolítið gaman að þessu, ég verð að játa það. Það er bara eitt allsherjar bíó að fylgjast hér með. Og svo koma allir áróðursmeistararnir fram. Egill Helgason, illar tungur segja ábyggilega þarna hafi Björt framtíð fundið tækifæri. Munið, hann var á kantinum í gegnum allt hrunið að vernda glæpamennina, sko. Þessi ágæta kona hér, hún og hennar maður, sko, þarna er annað dæmi það í hennar máli, þar sem að lögin eru bara orðin svona hálfgerð túlkunaratriði eða aukaatriði. Að sko, það vita allir á Íslandi sem hafa rekið fyrirtæki, ef þú tekur hundruð milljóna króna lán út úr fyrirtæki
og síðan tekur alla peningana út úr fyrirtækinu og lætur fyrirtækið fara á hausinn, þá er það alveg greinileg fjársvikastarfsemi. Sko, og þetta voru aðferðirnar sem voru notaðar til þess að greiða þessu fólki mútur, sko, í gegnum maka og fjölskyldur. Og gott er það að ég lít á barnaníðingsháttinn sem algjört aukaatriði í þessum spuna. Þessi glæpamenn. Munið ég sýndi ykkur það einu sinni fyrir kosningar, þá var alveg sería af svona menn þeir voru að handtaka fársjúka barnaníðinga akkúrat fyrir kosningar, akkúrat þegar þurfti að fá þjóðina til þess að skipta ákveðna kúrsa. Þannig að þetta sé tengt þessum barnaníðingum er bara psyopið, sko, til þess að vekja reiði og viðbrögð og fá hreyfingu á hlutina. En það sem gerðist í kringum Þorgerði og fleiri, ég er ekki bara að segja hana, í þessari mafíu, eins og ég hef sagt, ég geng út frá þeim forsendum að þetta fólk séu mafíósar, stórfelldir glæpamenn, að þá gekk það þannig að það var fyrirtæki á vegum þeirra sem að tók þetta lán frá bankanum sem maðurinn hennar vinnur í. Allir peningarnir teknir út og fyrirtækið látið fara á hausinn. Og það bara stóð, það gerðist ekkert meira með það. Sko, þetta getur enginn Jón Jónsson gert. Og þess vegna svo fyndið að þegar að þess vegna svo svakalega fyndið að þegar að þessi plebbi sýni ykkur hann. Það var ekki þessi frétt. Afsakið ánægðir. Það var, nei, byrju, halló. Jú, þessi er fréttina. Þess vegna svo fyndið að þessi plebbi er að segja að menn geta verið bara, það er allir jafnir fyrir lögum, sko. Þú veist, allir jafnir fyrir lögum og það er svo allir jafnir fyrir lögum, sko. En þessi dama hún er ekkert jafn fyrir lögum. Af því að þegar að hún færi í gegnum manninn sinn 100 og eitthvað milljónir, 100, 200 eða 300 milljónir eða hvað það var, þá gilda allt önnur lög hana eða aðferðir. Það sem að þeim var leyft að tæma fyrirtæki, sko, ef að Jón Jónsson myndi gera þetta, eða einhverja gólimunum, þá yrði peningurinn tekið tilbaka. Að það var svo augljóst að það bara verið að tæma fyrirtæki til að láta það fara á hausinn og skambakinn situr eftir með peningana. Þannig að í þessu tilfelli er hann gjörsamlega í þversögn við sjálfan sig, þessi kjáni En það vill enginn að þið horfið í þessa átt. Og þess vegna náttúrulega, ef þið hlustið á Harmagedónið sem ég var í áðan, þá er það að reyna að gera lítið úr mér af því ég er að benda á raunveruleikann. Þeir eru að fara með eitthvað svona fjölmiðilsfund, sko, það sem að raunveruleikinn er ekki tengdur nema þú sért hluti af Truman Showinu, sko. Eða trúir á alla þessa vitleysu, sko. Og þannig að það þarf ofboðslega litla skoðun til þess að sjá að þetta stenst ekki. Nú fleira sem þeir gerðu, þeir settu leiðréttingarnar í gang og það var snúið út úr öllu því að, sko, svona venjulegt fólk fékk enga leiðréttingu en allir sem eru í stjórnmálaelítunni og oní bara litla stjórnmálaspámenn, sko, þeir fengu niðurfellingu. Og þannig að þið sjáið að það er ekkert sem stenst skoðun. Ég benti ykkur á munið að Valur Valsson, forstjóri Íslandsbanka og Magnús nokkur hæstaréttardómari, þeir eru félagar í frímúrarahreyfingunni. Sannarlega, þú getur séð myndir af þeim, það er alveg sannarlegt. Og við sjáum í forseta vígslinni að þar eru allir í frímúrarabúning. Þannig að sko, til þess að færa völdin yfir í þessa nýju kirkju sem heita Sameinuðu þjóðirnar og reyndar virðist sem betur fer vera splittingar þar í gangi, að Evrópubandalagið
Evrópa er að vill svona losna við Ameríkana að bakinu og Kína og Rússland og fleiri eru að byggja sig upp þannig að það stoppi þessir endalausu stríðsglæpir, sko. Og þannig að það eru opaslega miklar hreyfingar og það er önnur frétt sem kom, ég man ekki alveg hvar hún var. Hvar var hún? Sem að segir að í morgun hrundi verðbréfavísitalan og þið athugið það að henni er stýrt af erlendum aðilum. Joe Rogan og fleiri, þeir Joe Rogan og fleiri, þeir og Soros og þeir eru með mjög sterk ítök þar, bara tölvurnar þeirra eru þar næst rótinni. Og Seðlabankinn er náttúrulega erlend bankastofnun og ég hef sýnt ykkur IMF samninginn áður, 9. greinina í samningi Íslands við IMF og þannig að það er ekki alveg spurning, sko, þetta er spuni. Þetta er framleitt. Sko, það er alltaf forsetinn skrifar undir svona plögg án þess að lesa þau og það er enginn að gera aðför fyrir honum, sko. Og það er engin skömm á kjósendum hans. Þeim finnst ennþá að þeir séu allir voðalega flottir, sko. Þannig að þeir sem eru að tala um skömm og þjóðarskömm og fleira slíkt, að þeir eru voðalega svona einkennilegir í þeim áherslum. Og já, ef þið viljið koma inn núna, þá eruð þið velkomin að hoppa inn í þáttinn. Kveikið á Hangoutinu og hoppið inn. Þá er bara mætt á svæðið. En þetta er svolítið fróðlegt. Þarna eru miklar sviptingar í gangi og ég geri mér engar vonir um það að hinn almenni Íslendingur hlusti á Frelsi TV eða vilji átta sig á stærri myndinni. Þeir vilja bara já, annað sem ég ætla að nefna við ykkur. Munið þið í Panama málinu. Og þá var munið eftir legganum í Panama málinu. Ég man ekki betur en að þeir hafi sagt að það væri alveg rosalega mikið meira á leiðinni frá þeim. Þeir væru með alveg svakalega mikið af skjölum og þeir væru bara að fara að dumpa upplýsingasprengju á andskotann, sko. Og hún átti bara að sitja allt á annan endann, munið þið. Það var bara ég ætla að finna hérna fyrir ykkur. Ókei, þá er ég búinn að finna þetta fyrir handa ykkur. Munið eftir þessum fuglum hérna. Munið eftir þeim. Sem að gerðu þetta Panama-dæmi, munið þið. Og þeir
hjálpa okkur að reka frjálsan frían fréttamiðil sem leggur áherslu á harða óháða rannsóknarblaðamennsku. Lágmarkinu náðum við höldum áfram. Þeir eru búin að safna 100.000 evrum sem að eru ekki evran 130 eitthvað svoleiðis, ekki segja það bara. Það eru 13 milljónir sem þeir söfnuðu og sennilega hefur mest af þeim peningum komið erlendis frá Soros og fleirum. Þeir sem sagt tala lágmarkinu er náð en við höldum áfram. Sjáðu, þeir eru ekki búnir. Þeir eru ekki einu sinni búnir með fjármagnarekstur Reykjavík Media. Veistu hvað? Hann er að stela mínu kreitói. Við höldum úti vefmiðli og gott samstarf við þessa hérna muni. Þetta var sannað að væri CIA. Kristinn Hrafnsson var hérna líka að runga sér hérna niður í Reykjavík Media. Þetta er allt saman sama gúmmílaðið, sko. Og addi það hefur enginn lagt 13 milljónir í Frelsi TV, sko. Minnandi á linkana hér undir til að styðja. En þetta eru í raun fjársvik. Þetta er fjársvikastarfsemi. Af því að þeir hafa ekkert staðið við það sem þeir sögðu. What? You must be joking. 2016. Fréttir, sjónvarp. 2016. Það er svolítið langt síðan eða ekki? Hvað var þessar 13 milljónir? Hvar eru þeir þá? Hvar eru þeir núna? Þetta eru bara Ég raun ætti að taka þessa kumphanna. Fyrir utan það þá stóð ekki steinninn yfir steini í þessum spuna, sko. En munið þið hvað allir urðu rosalega reiðir? Og munið þið hvað ekkert breyttist til batnaðar? Það breyttist allt bara einhvern veginn til versnunar. Það er ennþá fólk bara lifandi í tjöldum út allt Ísland. Það hefur ekkert breyst. Það hefur enginn bankaráðsmaður ennþá verið ákærður, ekki einn einasti. Það hefur ekki einn einasti hæstaréttardómari verið settur í fangelsi sem eru prima motus í þessari glæpastarfsemi. Sko án hæstaréttardómara hefði Ísland aldrei verið rænt. Og þegar athugið það að ræningjarnir sem voru á ferð 2008 plus mínus, þeir eru allir bara á Bahamas, búin að vera eða bara eru niður í frönsku rifri bara að drekka kampavín og hlæja að þér, fávitanum. Og það er alltaf bara verið að setja meira og meiri skatta, meira og meiri álögur. Það er bara, Seðlabankinn er bara farinn að stjórna Íslandi, já það má ekki taka laun, sko, já það má vera að gera þetta og gera og þeir eru að hreinsa upp eignir landsmanna, sko, með ólögmætum hætti. Og þeir einhvern veginn þurfa ekkert að átta sig á því að þetta er siðferðislega rangt þótt að það sé löglegt, sko. Það gildir ekkert þá, sko. Það gildir bara einhverja plebba, sko. Ég ætla að sýna ykkur að ganni hérna. Bara sýna ykkur eina ferðina enn hérna IMF kontraktin. Þetta kemur svo vel fram í honum. Takið þið til dæmis eftir að það er engin fjölmiðla að fjalla þennan samning hérna. Ég ætla að sýna ykkur. Það er enginn að fjalla þennan samning hér. Og ef þú bara kíkir í 9. greinina þá sérðu bara svart á hvítu að það er stór hópur af fólki á Íslandi bara skattfrjáls, sko.
Veist, af hverju er enginn blaðamaður að af hverju er enginn fjölmiðla að finna út hvaða lið þetta er? Hverjir eru með þennan samning? Hverjir eru með þessi réttindi? Hvað eru margir þetta lið er allt saman yfir öll lög hafin, hvort sem það heita skattalög eða eitthvað annað. Og þeir bara sigla á einkaþotum og eru bara hlæjaðir, sko. Og ef einhver alþingismaður þykist ekki vita af þessum samningi, eða forseti Íslands eða eitthvað slíkur, ja, þá er hann að bara segja upp í opið feysið á þér að þú ert fáviti, sem er sennilega rétt. En þú veist, það þykir nú ekki kosjúr að drulla því beint framan í fólk, sko. En hérna, status, immunities and privileges. Hvað er stór hópur af fólki undir þessum hérna? Undir þessum klásúlum hérna? Hvað er mikið af fólki sem er að njóta eins og að Þorgerður Katrín og fjölskylda að njóta svona einhverrar sérmeðferðar í dómskerfinu sem er núna sannað að vera glæpsamlegt og sviksamt? Sko, ef þið kjósið mig til forseta þá mun ég vinna í því að setja alla dómara landsins bara beina leið í fangelsi. Immunities from taxation. Ísland er aðili að þessum samningum. Veistu hvað það þýðir á íslensku? Friðhelgi frá sköttum. Og það er alltaf verið að hækka skatta og nú á að fara að setja vegatolla og nú er fullt af svona drasl að detta úr himninum sem að tengist hernaðaræfingunum á miðhálendinu og þessar svokölluðu skattavélar eða þessar myndavélar til þess að taka vegatolla er náttúrlega bara til þess að fylgjast með hver er í bænum og hver ekki. Þú veist, bara enginn skattur í neinni mynd eða gjöld eða neitt og ef að þeir lendi í að borga svona for show off þá fá þeir allt endurgreitt eftir öðrum leiðum. Og ég hef ekki fundið sams konar samning við Sameinuðu þjóðirnar. Megið alveg læða honum að mér að þið viljið. Veltið því fyrir ykkur, af hverju er enginn að tala um þetta? Hafið velt því fyrir ykkur? Af hverju er verið að spóla upp í ykkur reiði og tilfinningasemi? Af hverju? Þetta hérna er nákvæmlega það sem ég sagði ykkur með munið þegar var verið að leiða fram fársjúkt fólk sem var að reyna að lokka til sín einhver börn og allt það sem er náttúrulega viðbjóður, skulum ég ekki að mæla með því. Og ég er að segja meira að segja að þetta er stjórntæki hjá elitumafíónum að til þess að komast eitthvað upp þá þarftu að vera með eitthvað svona á bakinu og þetta er líka til þess að eyðileggja að hérna takið eftir spununum. Takið eftir spununum. Nei, örsurmættur. Ég vissi það. Brussel hornamættar. Já. Þetta er meiri spuninn, sko. En það eru einhver mál það er eitthvað hérna í gangi sem ég er ekki búinn að koma augun á ennþá. Nema náttúrulega og ég mun nú væntanlega tjá mig um það þegar ég sé mér finnst eins og mér vanti einn punkt inn í þetta og bíð ég eftir að meistari Hreinberg geri vídeó til þess að benda mér á hinn punktinn. Að hérna
Til dæmis af hverju var lögreglan að handtaka, fársjúka pídófíla og draga þá fram í fjölmiðlum og vekja upp svona tilfinningalega reiði og rót í þjóðinni? Af hverju er verið að gera það núna? Og þetta er greinilega mjög skipulögð aðgerð. Annað sem ég minntist á hérna í viðtalinu áðan, Cambridge Analytics. Þið áttið ykkur á því að þetta er breskt fyrirtæki og sem er alveg greinilega, og það er fullt af öðrum svona fyrirtækjum, og stærstu þessi fyrirtæki eru í Ísrael og ef við séum ADL, Mossad, Connection, að já, þið getið fundið út úr þessu sjálf, en ADL, Anti-Defamation League, sem að núna stýrir mikið personal að sko, það hefur komið fram að þeir voru í Bandaríkjunum, þar voru þeir negldir fyrir að skópla upp upplýsingum almenning og alls konar fólk, og svo eru þeir alltaf að gera þessa svörtulista sína. En Cambridge Analytics, þeir viðurkenna opinberlega að þegar þeir koma að kosningum, þá eru þeir á milli þeir segja það opinberlega, þeir eru með milli 4.000 og 5.000 datapunkta hvern einasta einstakling. Og við vitum að það má alltaf margfalda með þremur þegar þetta lið er að tjá sig opinberlega. Þannig að má við reikna með að séu með 15-20.000 punkta hvern einasta, og ef þú bætir við ADL-punktunum, þá, og það var líka það sem var svolítið að gerast í kosningunum reyndar í Bandaríkjunum, þá voru þessi data processing fyrirtæki, þau voru búin að reikna út að Hillary myndi vinna, en það datt framan á nefið á sér. Þess vegna voru þeir, það var svona svolítið áfall, sko, svona svipað eins og þegar að versti flokkurinn var kosinn. Þá fékk elitan svolítið áfall, sko. Og þegar talað er að ganga til kosninga, þá hljótum við að setja spurningamerki við þá starfsemi yfir höfuð sem heita kosningar. Og ég hef náttúrulega lýst því yfir að valdstjórnin og valdstjórnin aftur í tímann til 1662 hefur engin völd. Og allt sem þeir gera er glæpastarfsemi. Og og það hlýtur að þurfa að taka þá umræðu. Ég er nú með smá skúp fyrir ykkur. Ég er alvarlega að hugleiða að fara í forsetaframboðið þegar það verður næst. Það verður hugsanlega fljótlega. Og einfaldlega, og ég væri til í að stofna stjórnmálaflokk ef að einhverjar sleggjur hafa samband við mig. Og mínar áherslur eru og verða, sko, ef ég fer í stjórnmálaflokk þá er það ekkert lýðræðiskjaftæði, það er bara svipað og regla, frímáraregla.
strúktúr, það sem píramídastrúktúr og, og það verður mjög taktísk aðferð þar þá. Nú ef ég fer í forsetann, þá myndi ég byrja á því að breyta starfsgreinarlýsingu forsetaembættisins úr alifuglarækti yfir í meindýraeiði. Að ég myndi líta á mig í stóli forseta til þess að eyða þessum helvítis meindýrum sem að hrekkja okkur allan dag. Ég myndi náða og ærureisa alla sem eru í fangelsum eða í kerfinu fyrir eitthvað fíkniefnarugl, eitthvað fíkniefnadæmi, bara á alla línuna, allir bara frelsaðir og fá æruna í kaupendur. Ég myndi gefa öllum sem að eru Íslendingar bankaleyfi. Allir Íslendingar myndu fá leyfi til þess að prenta peninga eins og bankar mega gera. Og ég myndi náttúrulega byrja á því að segja upp öllum þessum erlendu samningum og þrælabanda samningum. Ég myndi eyða öllum dönskum áhrifum, völdum og merkjum danska konungsveldisins á Íslandi. Og ég myndi taka upp ég myndi rífa sem sagt að það að vera Íslendingur sé einhvers virði og fara alveg yfir í sjálfsveldishugtakið. Sjálfsögðu að banna innheimtu á sköttum með valdi eða ofbeldi. Og ef ég væri kosinn forseti í dag til dæmis, þá myndi ég á morgun spurja Sturla Jónsson hvort að hann vildi vera ríkislögreglustjóri. Ég myndi spurja Marinó G. Njálsson hvort að hann vildi svona stýra ákveðnum fjármála takteringum. Og ég myndi kalla til mín, ég myndi segja upp öllum dómurum landsins samstundis og öllum embættismönnum landsins með það sama. Og ég myndi virkilega breyta hlutunum. En ég á nú eftir að spyrja konuna aftur hvort að ég megi fara í framboð. En ef að ég ætla að fara í forsetaframboð þá vantar mig, ég geri það ekki nema ég fái eitthvað grjóthart crew á bak við mig til þess að ganga frá þessum samþykktum og fleiri. Meira að segja Ástþór blessaður sem var nú að taktera stríðsglæpamanninn okkar hann Davíð Oddsson. Já, annað, ég myndi náttúrulega svipta þessa sjálftökumenn ránsarfinum sem þeir eru að uppskera núna. Ég myndi sennilega fella niður alla valdtæka skatta. Alla. Það væri enginn skattur tekinn með valdi. Og þannig nú það. Ég mun sennilega þegar ég hef tíma vinna áfram með þessar hugmyndir. Og ég var nú búinn að segja ykkur líka að Landsvirkjun væri sennilega farin. Þið munið það að ég var fyrstur til þess að segja það að rafmagnið rynni arðlaust í hafið á Íslandi. Og það er enginn að missa svefn yfir því fólki sem að gerði þá samninga. Og munið það var alltaf eitthvað svona leynd yfir rafmagnsverðum og fleira slíkt. Það er náttúrulega bara einfaldlega því að það var engin arður af þessum samningum.
og, Íslendingar eru alltaf að láta taka sig í þurrt raskatið og svo, láta þeir hlaupa með sig í hvern spunan á fætur öðrum eins og heiladauðir hálfvitar. Þannig að það er nú ekki von á góðu. En ég sé að það þorir enginn hérna í Hangout. Þar skilst mér að flestir áhorfendur mínir séu valdstjórnar plebbarar og múrarar, alls konar frímúrarar og sammúrarar, starfsmenn á kassa í Snató og co. Þetta er liðið sem horfir á mig, þjóðfélagsverkfræðingarnir. En ég sé að sumir eru að reyna að stofna einhver leigufélag og reyna að gera þetta og gera hitt. Það, þú veist, þetta gengur ekki aldrei. Á meðan að sitjandi er skipulögð glæpamafía á valdstóli með einhverjum ímynduðu samþykki borgaranna, þá er nú öll vitleysan. En já, í sambandi við kosningarnar annað, að það gildir ekkert að þessi kassar sem eru notaðir, sko, þeim er skipt út eins og þeir leggja sig, sko. Og talningin er öll meira og minna fölsuð. Og það er svolítið merkilegt að nú er einn landráðafuglinn kominn í stjórnarstöður hjá ÖSA. Það eru margir punktar sem tengjast í þessum málum. En takið eftir núna næstu dagana og helgina, til dæmis hvort mér verður boðið á Sprengisand með þessar greiningar mínar eða þessar hugmyndir mínar. Eða einhver annar fjölmiðill en blessaðar harmageturnar mínar þora að hringja. Þetta sem ég er að segja er verið að reyna að þagga. Af því að eins og Frosti stórmeistari, þegar hann var á miðilsfundinum og hann var svona alltaf heyrðu, þetta stemmir nú ekki, eða heyrðu, þú veist, hann var alltaf svona truflað þennan fund, hann eyðilagði allt flæðið, sko. Að ég hef sömu áhrif á þessa valdstjórnarspuna. Þeir falla sjálft sig eftir að hafa búin að horfa á Frelsi TV, þá bara búm, þetta er niður dauðir. Segjandi það, þá endilega munið að styrkja mig hérna undir. Ég er alveg opinn fyrir 13 milljónum, ég get gert svolítið fyrir það. Ég get ekki Frelsi TV lengur en í 3 mánuði fyrir þann pening. Og ég ætlaði þetta fljótlega að sittast að söfnun, ég hefði gaman að fá aðeins betri myndavél og kannski switcher, svona, þetta er svo ódýrt í dag, sko. Svona switch. Og ég er líka með ákveðnar hugmyndir nýja dagskrárgerð, það er fórum. Og það var náttúrulega ljúft að fá bara hreinlega líka fleiri viðmælendur. Ég er opinn fyrir því að taka fleiri inn núna sem að þættunum var að berast skeyti frá Guðbjörni Jónssoni. Ég ætla bara að lesa með góðfúslegu leyfi höfundar Guðbjörn Jónsson. Ekki virðist í fljótu bragði auðvelt að átta sig á hvað hangir á spýtunni hjá Bjartri framtíð. Ástæða stjórnarslitanna verið sú að maður sem enga aðild á að ríkisstjórn skrifar það bil 2 árum áður að þessi stjórn var mynduð. Undir meðmælendabréf þess efnir að maður sem þekkti dálítið gæti sótt uppreisn aðra. Sá maður sem þarna skrifaði undir eftir með athugið hvort að Guðjón vilja koma live hérna, ég er alveg til að kippa honum inn, ef ég geti harið sér að því. Sá maður sem þarna skrifar undir sem meðmælandi að beiðni umsækjanda er ekki að setja fram eina kröfu, einhvers að lýsa sig meðmæltan að beiðni umsækjanda ef réttarkerfið til að hægt að verða við henni. Framangreindur meðmælandi á son sem er í forystu stærsta stjórnmálaflokks landsins. Meðmælandi er fullkomlega sjálfráður gjörða sinna og á enga máta undir forsjá sonarins. Svo er
og soninn. Snilld, Guðbjörn er snillingur, sko. Hann er fyrir löngu orðinn sjálfráða og jafnframt án allra ábyrgðar á gjörðum föður síns. Ekki er heldur hægt að leggja þær kvaðir á föðurinn að hann gæti þess að gera aldrei neitt sem komi syninum í óþægilega stöðu. Lítum á hinn vinkilinn. Var hægt að reikna með því að slík uppákoma sem í umræddu tilviki var verði aftur framkvæmd í framtíðinni. Fyrir lá að stjórnarflokkur sonarins hafi tekið einarða forystu í að breyta öllu núverandi ferli í sambandi við uppreisn æru og að slíkt ferli verði ekki til í framtíðinni. Vinna við slíkt frumvarp var langt komið og núverandi dómsráð hafi einarða lýst sig andvígan núverandi kerfi þó hann væri í flokk sonarins. Þá vaknar spurningin, var það í rauninni ekki umrædd undirskrift sem í raun var rót að stjórnarslitinu? Var það ef til vill eitthvað annað sem ráðherrar Sjálfstæðisflokksins voru að gera? Það þarf ekki að leita langt til að finna slíkt. Nýverið setti núverandi dómsráð mjög herta reglugerð meðferð umsókna hælisleitenda dvalarleyfi. Margir af vinstrivæðingu stjórnmálamanna hafa talað ómögulega meðferð frá svonefndum öruggum löndum. Meðal þeirra sem mótfallnir voru þessar reglugerð voru fylgismenn og einhverjir þingmenn Bjartar framtíðar. Já, hann er að tala þennan. Já, það eru líka og áframhaldandi. Kíkið bara á Guðbjörn Jónsson hann er að tala það eru ákveðnir líka svona lagasetningavinklar sem eru mjög harðir og stífir, sko. Og hugsanlega þarna svört framtíð og einhverju fleiri að reyna að skjóta niður einhverjum pólitískum keilum. Og ég veit ekki hvort að máttur minn er svona mikill, en það virðist vera að hafa, eftir að ég benti fólki á að þeir sem þessir Evrópubandalagsflokkar, þessir Brussel-hórunar sem ég kalla þær, hafa talað mikið fyrir því að við göngum í Evrópubandalagið. Það sé svo bara mikið himnaríki í Evrópubandalagið. Síðan kemur á daginn að það er einhverjar 2 stúlkur með fulla samúð með þeim, en það er aldrei nein samstaða að segja Ísland úr stríðsglæpabandalaginu NATO og co, sko, eða segja upp stjórnmálasambandi við satanistan eða síonistan. Að ég var að segja, sko, ef að þeir eru að halda því fram að Evrópa sé svona mikil paradís og á jörð og þar sé allt svo frábært, af hverju eru þeir þá að mótmæla því að stúlkunum sé vísað til Þýskalands, sem er hjarta Evrópubandalagsins? Þannig að það er nú aldrei djúpt á vitsmununum, eða þeir greindarvísitalan er nú yfirleitt í frostmarki hjá þessum hópi af hálfvitum, að ég tek eftir því að rökræður við þessa áróðursmeistara og lygaspunara, sérstaklega Brussel pakksins, sem er til dæmis eins og Eva Hauksdóttir og Illugi Jökulsson og Egill Helgason og þetta lið, að þetta lið var allt einu sinni vinir mínir á Facebook. Og svo sá ég það að vera eitthvað svona, já, þessi maður er bara rasisti, og svo spyr ég, byrju, hvað meinar með rasisti? Já, bara þetta, yfirleitt tók það ekki nema 3 línur, þessi 3 komment, að taka rökið þeirra niður, bara að sýna fram á það var bull sem það voru að segja. Og þá bregst þetta fólk alltaf við þannig að fara að ráðast á mig. Það nýjasta sem ég fekk framan í mig var að ég var þráða þjófur. Ég var að stela einhverjum þræði sem var einmitt svona vinstri útópíu bullíska, sko, og ég dró hann niður á einhverjum 3-4 kommentum, þá dró ég það niður í svaðið, eða niður í þurrluna sem það kom úr. Og og þá er alltaf hjólað í mannin, sko, þegar að rökin haldi ekki. Og meira segja þetta lið sem ég taldi upp áðan, Egill Helgason, hann blokkaraði mig, þannig að ég sá ekkert á honum. Ég var blokkaraður af Eyjunni sem hann stýrir nú að einhverju leyti. Eva Hauksdóttir blokkaraði mig,
Illugi Jökulsson blokkaraði mig og fullt af svona fuglum, sko. Það furðu eitthvað sem er einhverju furðulegu og eru allir á, sko, ríkis Brussels spenanum, sko. En, svo eru náttúrulega Kanamellurnar hinum megin, Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn og það pakk allt saman, sko. Það er svo sem ja, þeir mega eiga það, þeir einhvern veginn leyfa manni að tjá sig, sko. Þeir eru minna í því að í þessum tarteringum, sko. Og, þeir eru svolítið rökfastari líka. En, málið er það, sko, að sko, ef við segjum að Stasi er stalinismi og, sem sagt alþjóðlegur sósíalismi og nasismi er þjóðlegur sósíalismi, þá er ekki hægt að segja að ég sé það, af því ég trúi ekki einu sinni á sósíalismann, sko. Það er bara blekking aldanna og það þarf hvert einasta tré í skóginum að hafa sínar rætur og laufblöð á hreinu. Annars er annars heldur ruglið bara áfram, sko. En sem sagt, ég þakka ykkur fyrir, komuna, þó að enginn hafi lagt í að koma hérna inn live. Og ég vona að þið dreifið vídeóunum mínum sem víðast, af því það er svolítið áríðandi að þessi skilaboð komist til sem flestra. Og ég áeggja þá sem að vilja taka eitthvað af mínum aðferðafræðum í gagnið að hafa samband við mig. Og ef að ég fæ nægilega sterkt bakland til að fara í forsetaframboð í næstu viku, ef ég fæ nægilega sterkt bakland þá geri ég það, þá fer ég í forsetaframboð. Og þið vitið hvað er hægt að ná í mig. Og, þakka ykkur fyrir komuna og, munið að styrkja mig ef þið getið. Og munið að styrkja mig ekki ef þið getið ekki. Og ég vil þakka þeim sem að er að styrkja. Þakka ykkur öllum 5. Þið eru einstakt fólk. Og já, ég mun halda áfram að tuða þessi mál væntanlega, sjáum hvað gerist næst, hvaða upplýsingar koma næst. Og vona að þetta hafi verið ykkur að gagni. Takk fyrir, verið sæl.